Já, not shelf, nýtt blað, svona. Já, hæ og velkomin á þessa síðu. Ég veit ekki hvað ég að gera þetta. Ég sé ekki að reyna að finna það betur út. Ég ætla að tala mína sýn og hvernig ég sé hlutina og hvernig ég upplifi heiminn og hvað ég hef svona kannski áttað mig á síðustu ár. Og ef það eitthvað til þess að læra af eða eitthvað sem þú tengir við, það er kannski svona markmiðið með þessu að fá fleiri með í lið til þess að það sem ég kalla að vaxa eða andlegan vöxt kannski. Og ég vil eiginlega byrja á því að bjóða þér að koma að þessu með opnum hug, og þá meina ég ekki þannig opnum hug að þú verður að trúa öllu sem ég segi, af því að það er alls ekki það sem ég meina, af því að ég vil meina að það sé mjög mikilvægt að vera gagnrýninn og skeptískur og pæla í því sem maður er að heyra. En það sem ég er að meina með að vera opinn er að vera opinn fyrir því að orðin sem ég nota eru mögulega ekki eins og þú túlkar þau. Að orðin sem ég nota orð til þess að lýsa einhverju konsepti, og það þarf ekki að vera eins og þú hugsar það. Það sem ég áttaði mig á einn af svona lyklum sem ég myndi kalla lyklum kannski heimsins eða því að vera manneskja, er að þó að tungumáli sé mjög gott verkfæri að mörgu leyti, þá er það líka mjög vont verkfæri að öðru leyti, að það er svo auðvelt að misskilja. Þannig að þegar ég nota eitthvað ákveðið orð, segjum að ég noti orðið til dæmis ást eða að ég elska eitthvað, þá upplifir fólk það mismunandi hátt, og svarið liggur að mínum mati aldrei í orðinu sjálfu, heldur orkunni á bakvið orðin. Til dæmis ég geti sagt við einhvern ég hata þig við kannski einhvern félaga, það hefur alltaf aðra þýðingu heldur en ég hata þig, umlur. Þannig að það er sömu orð, ég hata þig, en þau geta komið frá mismunandi stöðu. Þess vegna kalli þetta lykil, að þetta er eitt af því sem lætur okkur misskilja hvort annað svo rosalega mikið, að við tökum orðin svo bókstaflega en heyrum ekki alltaf hvaðan fólk er raunverulega að koma, hvað er á bakvið orðin. Og þetta eru margir og kannski við flestir og allir meðvitaðir þetta að mörgu leyti, en það eru mörg konsept sem ég hef verið að skoða, til dæmis tengt trú, sem er bara eins og orðið Guð, og líka ást er svona stórt orð, og samband. Þetta eru orð sem
að mínum að þið tala eitthvað ákveðis konsept þar sem hvernig var þetta? Það er ákveðin sannleikur á bakvið þessi orð þegar þau koma frá ef kallum það réttum stöðum eða frá það sem ég myndi kalla kannski frá ljósi og það sem gerist að þegar þetta kemur frá ljósi eða þá myndast einhver ákveðin tenging við tengjum við manneskjuna sem að segja orðið frá öðrum stað en bara orðin við finnum á okkur að það eitthvað sem að eins og maður segir á ensku resonata og tengja bara íslensku og þetta svona staðurinn sem ég myndi já, kannski þetta það staður sem ég persónulega sjálfur reyna að fylgjast með og hlusta eftir og það sem ég svolítið að meina með að vera opinn að ekki taka orðunum kannski óbókastálega eins og ég nota orðið Guð eða ljós eða hvaða orð sem ég að nota til þess að lýsa ykkur það hefur ekkert með orðið sjálft að gera ég get notað mörg orð yfir þannig að þetta sama fyrirbæri sem kannski ég að lýsa ykkur ákveðnu fyrirbæri ég get notað sama orðið yfir það þetta snýst ekki orðið sjálft heldur þetta snýst fyrirbærið eða konseptið sem ég að tala en og áðurinn ég byrja kannski þá þetta bara mínar sýnir og mínar skoðanir og ekkert af því sem ég segi þarf að vera satt þetta það sem ég held, því sem ég trúi að segja þannig, hvernig ég sé lífið og hvað þú ákveður að gera við það bara þín ábyrgð og þitt mat en ég ætla að byrja á því að tala svolítið hvernig ég upplifi heiminn að sé heiminn í dag en að mínum mati lifum við í tveimur heimum við segjum þannig við erum í þessum physical heimi eða líkamlega eða hvað sem að segja ásnartalegum heimi sem ég myndi kannski kalla heim starffræðinnar eða heim þar sem ég meina, veistu hvað þetta cause and effect, það sem polarity heimur, það sem plus og mínus það annar heimurinn, hérna meginn kannski og síðan erum við með hinn heiminn sem það sem myndi kannski kalla andlegan heim eða kannski ennþá meira staðurinn sem það sem á bak við ég meina kannski myndi ekki mjög svo mjögulega kalla sálarheim eða bara sálin okkar eða kjarnin af því hver við erum ef segjum það þannig og ég myndi það svona orðið sem ég nota fyrir það væri ljós það svona staður það sem það sem ljós og konseptið ljós sem myndi kannski útskýra sem lýsa sem ást kærleikur umhyggja hugrekki og það svona andstæðan kannski ef við skilum nota orð við hræðslu þegar hinum megin er myrkur þá og hræðsla ég ætla að pröfa að teikna þetta hérna ég er með ef við erum með einn heim hérna megin svartan lit á þetta þá erum við með heiminn hérna physical heiminn og svo erum við með þennan ljós, þetta ljós heiminn eða hvað að kalla þetta sem ekki lítið með þennan guld og svo þessi brú hérna á milli hérna ekki lítið þetta alveg strax og svarta litið það brún á milli og svo þessi heimur hérna
sem ég ætla að teikna svona fótbolta. Og þessi heimur, fótboltaheimur og kallum það, ég er ekki með íslenskt orðið þetta, en identityð eða hver við horfum á okkur sjálf vera, hvernig við lifum lífinu, segjum það þannig. Og á meðan þetta gula hérna þessi sólin er það sem ég myndi kannski segja við raunverulega erum. Og þessi fótbolti sýnir svolítið blöndu af því sem við erum og því sem við höldum við séum. Ég ætla að teikna hérna, ég ætla að lita hérna í 2 reiti þar sem ljósið kemur ekki fram og það er skuggi og á hinum stöðunum er ljós. Bara til þess að hafa þetta nokkuð skýrt. Og hér erum við komin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, þannig að 2 af 8 eru myrkur, 1 af 4, 25% er skuggi og 75% er þá ljós, sem þýðir að þetta sambland hérna er 75% ljós. Og þessi ljósastæðir eru það sem er engin hræðsla, það sem manneskjunni líður vel í lífinu og allt er að ganga eins og að gera, og hinnir staðirnir sem er 25% eru hluti sem það sem er eitthvað hræðsla, það sem er einhverjir triggerar, eitthvað að trufla manneskjuna í að geta verið ég meina svo sem hún, það sem ég kalla eiginlega það sem er þarna á bakvið þetta ljós. Og þessi prósenta er rosalega misjöfn. Við erum auðvitað bara gerð mismunandi og upplifum mismunandi gegnum lífið og þessi skuggar sem ég kalla hérna á myndinni, þeir myndast eins og ég sé það í gegnum uppeldið. Þannig að þegar við erum að alast upp þá erum við sett í eitthvað ákveðin umhverfi sem, að mestu ef ekki öllu leyti ljós, bara barn sem fæðist er bara algjört ljós á þessum stað og er inn í umhverfi þar sem eru foreldrar eða einhver að sjá það og þessi foreldrar hafa gengið í gegnum sitt líf og eru með einhverja skugga og hræðslir hjá sér sem barnið tekur við, eða þetta færist yfir á börnin og myndar svona keðjur sem fer milli ættliða af ákveðnum skuggum. Brúin síðan hérna á milli brúin á milli þar sem sýnir hvar þessi skuggar eru og það eru til dæmis tilfinningar það sýna okkur hvar er ekki ljós, sem að þannig hvar við erum hrædd. Það geta verið til dæmis 2 manneskjur í sömu aðstæðum og önnur manneskjan triggerast við það og menn hinn gera það ekki. Það segir ekkert aðstæðina sjálfar, það segir að mínum mati, það segir það bara skuggana hjá einstaklingum, að þessi er ekki með skugga á þessu svæði og meðan þessi er með skugga á þessu svæði. Og það gleymdi ég svo sem að tala hérna, en á fótboltanum það er þetta ákveðin svæði, þess að það skiptir þetta í svona fótboltamunstur, af því að við erum með skugga á ákveðnum stöðum. Ef við tökum bara mig sem dæmi, þá lifði ég lífi þar sem ég var rosalega hlýðinn og fór eftir öllum fyrirmælum og þorði ekki að gera það sem ég vildi, ef ég segna þannig,
þorði ekki að fara mínar leiðir, ég einhvern veginn fylgdi bara hópnum og já, bara eins og einhver sauður eða þannig, eða svona hvað heitir það, svona flokksdýr, og það er ekkert rangt við það getur verið mjög gott og ég gera það ennþá, en það sem ég átti málið með mig að ég átti erfitt með að gera það, ég gat eiginlega ekki gert það, ég þurfti að gera það, og það er þar sem skugginn sýnir sig að þegar við þurfum að gera eitthvað þá eða þegar okkur líður eins og við þurfum að gera eitthvað, þá erum við först eða lokuð á okkur stað, það er einhver skuggi sem að mínum mati er alltaf þess virði að leysa upp, eins og ég kalla það, og koma ljósi þar inn. Og það sem ég kallaði þennan stað, kallaði hann svo sem, það er að mér leið eins og ég væri ekki frjáls. Það var svona kannski setningin sem lá þar á bak við að ég lifði lífinu þannig að mér leið eins og ég væri ekki frjáls. Ég hafði ekki hugmynd það, ég vissi að ég lifði þannig og ég held að það væri rétt leið til þess að lifa lífinu, ég held að það væri ekkert annað hægt, fyrir en ég áttaði mig á því hvað ég var hræddur við þetta og hvað ég þurfti mikið hugrekki til að stíga upp úr þessu. Það er það sem þarf til alltaf til þess að leysa þessu skuggu upp, það er hugrekki, af því að við erum að þá að gera eitthvað frá kjarnanum okkar sem við eigum erfitt með að gera, þú þorum ekki og þurfum svolítið að stíga upp. Já, og síðan eru fleiri svona setningar kannski á bakvið, eru til dæmis setningar eins og að líða eins og maður sé ekki elskaður, eða líða eins og maður sé ekki nóg, eða sé ekki nógu góður, eða sé ekki örugur, og fleiri svona setningar sem gætu kannski lýst þessum ákveðnu kössum eða fótboltamunstum sem eins og ég er búin að tekna hérna. Þetta er ákveðin svið, og við erum öll með við erum með skuggan á svolítið mismunandi svæðum, og að mínum mati er það þess virði að finna út hvar við sjálf erum með okkar skugga, hvar við erum okkar hræðslur, og já, reyna að leysa það upp og eins og ég myndi kalla lýsa skærar, og það felur í sér meiri veljan og meiri frelsi til þess að gera það sem ég myndi kannski segja að við séum komin inn til þess að gera, þar sem við fylgjum okkar eigin innri drifkrafti og hann lítur ekki út eins hjá öllum. Við erum öllum mismunandi með okkar eigin með okkar eigin drifkraft, og það er ekkert rétt að mínum að það er rangt, það er alltaf, og það er ekki sama hjá tveimur einstaklingum endilega og langoftast ekki, en það er þess að virði hjá hverjum og einum einstakling að finna út hver hans eigin drifkraftur er, eða hans eigin ljós og hvað hann vill hérna, ef við segjum það þannig, hvað frum hann er. Ég er svolítið gott að líka þessu við frumur í líkamannum að ég er kannski blóðfruma og þá snýst lífið mitt svolítið ég hugsa í mig sem okkur manneskjurnar sem frumur á jörðinni sem við lifum á, og ef ég er blóðfruma allir sem jörðinni, segjum það þannig, líkjum við að við blóðfrumur í líkamannum, þá er ég kannski að ferðast mikið út allt, og það er það sem ég er í grunninn. En ef blóðfruman fer kannski upp í heilan og stoppar þar og er að bara föst þar, eða segjum þannig, og ekki að fylgja hver hún er í grunninn, þá er hún ekki að gera líkamannum sínum neitt greiða, heldur öfugt, og þannig virkum við svolítið einsamir í samfélaginu, að við festum okkur á stöðum sem er ekki í grunninn staðir sem
henta okkur eða hvað sem var sem er frá okkar grunni og eins og ég segi, ef mínum mati eru þá ekki að gera neinum greiða, við erum að gera okkur ógreiða, hvað sem maður segir, og líka öðrum, skilur, það er bara það sem ég myndi kalla kannski lose-lose staða eða tap-tap staða á meðan þegar við finnum þetta, leysum upp þessu skugga og ræktum okkur sjálf og vöxum, þá er það sem ég myndi kalla win-win eða það eru allir að fara að greiða á því, við sjálf og þeir í kringum okkur og allir fara að blómstra og vaxa meira því meira sem við sjálf vöxum, því þá höfum við meira að gefa og höfum við meira að meira næringu fyrir umhverju okkar og þetta okkur sjálf. Ætli ég segi þetta ekki bara ágætt í bili. Ég stefni á að senda inn nokkur myndbönd til þess að vonandi geta aðstoða kannski eða fengi fólk til þess að sjá betur og skýrar og eins og ég til mig hafa verið svo heppinn að hafa gert í gegnum alls konar einstaklingar sem ég hef verið að tengja við og enn og aftur þá er þetta mín trú og það sem ég sé og ekkert endilega allir, og ég veit að allir tengja ekki við þetta, það er bara ekkert mál, en ef þú tengir við þetta og ert forvitin þá er það mínum mati frábært af því að ég vil fá einhvern veginn, það kallar á mig að fá fleiri í þess, ég myndi kalla þetta ljós eða kærleik og ást og hugrekki og eins og ég segi, fyrir mínum mati er þetta win-win að leysa upp þessa skugga og lýsa meira. En ef þú hefur líka áhuga á að koma í tíma, ég býð upp á svona einstaklingstíma fyrir áhugasama og þá er hægt að skoða heimasíðuna mína sem ég set hérna fyrir neðan í lýsingu eða description og það er velkomið að skoða það og þetta banta tíma líka, frían pröfutíma ef áhuga er á því og þar sem ég vinna því að skoða þessa skugga, þessa staði sem við minkum okkur, sem ég get líka kallað það kannski til þess að með því markmiði að leysa það upp og lýsa meira. En takk fyrir mig í bili.